getur við byrjað alltaf lengi. Takk. Ég var hálfstressaður. Ágætu bæjarfulltrúar og gestir, þá set ég 554. bæjarstjórnarfund Reykjanesbæjar sem haldinn er Tjarnargötu 12, 20. nóvember 2018. Á dagskrá eru 6 liðir. Þeir eru fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. nóvember 2018, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. nóvember 2018, fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember 2018, fundargerð íþrótt- og tómstundaráðs frá 13. nóvember 2018, fundargerð velferðarráðs frá 14. nóvember 2018 og síðan munum við ræða undir 7. lið jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar og verður hún lögð fyrir fyrstu umræðu. Nú okkur er ekkert að vandbúnaði nema eitt og forseta langar að lesa hér upp nokkur orð. Bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson hefur náð þeim merkisáfanga að sitja hér sinn 250. bæjarstjórnarfund. Guðbrandur hefur samviskusamlega borið hag bæjarbúa í brjósti í öllum sínum störfum og vill ég óska honum til hamingju með áfangan og biðja hann að koma hér upp og taka við blómvendi í tilefni af þessum merkisárangri. Óska ég honum að sjálfsögðu velfarnaðar, gera svo að Guðbrandur komdu upp og taktu við blómvendinu. Við skulum gefa Guðbrandi bara gott klapp, ég held að sé alveg viðeigandi. Gerðu svo vel. Þetta var kannski að vera hérna í mynd. Það er svona heiðarlega og betra. Viltu segja einhver orðið til dagsins eða bara taka við blómvendinu? Taka við blómvendinu bara. Til hamingju. Ég bladra svo mikið þessa milli að ég læt að það bara. Til hamingju. Takk að þér fyrir. Þá er þessum formlegheitum lokið og skemmtun og við förum í alvarlegri mál. Fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. nóvember og gef ég orðið laust undir þeim lið. Og Margrét Þórarinsdóttir hefur kvatt sér hljóðs. Gjör svo vel, Margrét. Velkomin í pontu. Forseti bæjarstjórnar, aðrir gestir. Ég vil mæla hér með breytingatillögu við fjárhagsáætlun. Tillagan hljóðar svo: í fjárhagsáætlun verði gert ráð fyrir því að frá og með 1. janúar 2019 verði boðið upp á systkina afslátt af skólamáltíðum. Ef 2 systkini eða fleiri sækja skóla í Reykjanesbæ er einungis greiddur skólamatur fyrir 1 barn. Fast hefur í vöxt í bæjarfélagi að bjóða systkina afslátt á skólamáltíðum eða jafnvel gjaldfrjálsar skólamáltíðir eins og í nágrannasveitarfélaginu okkar Vogar. Alþýðusamband Íslands hefur lagt áherslu á það að mikilvægt sé að koma á móts við tekjuminni fjölskyldur og draga úr gjaldtöku meðal annars vegna skólamáltíða. Rökstuðningur minn fyrir því að afnema gjaldtöku á skólamáltíðum hefur verið að ekki eigi að mismuna börnum á grundvelli efnahagslegra stöðu foreldra þeirra í samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og létta undir með barnafjölskyldum. Reykjanesbær á ekki að láta sitt eftir liggja í þessum efnum. Með tillögu þessari yrði stigið fyrsta skrefið í því að gera skólamáltíðir í Reykjanesbæ gjaldfrjálsar. Tillagan er hér með lögð fram og óskast bókuð. Takk fyrir. Takk fyrir það, Margrét. Þeir eru fleiri sem hafa kvatt sér hljóðs undir fundargerðum bæjarráðs. Svo er ekki. Ber ég þá fundargerði bæjarráðs frá 8. og 15. nóvember upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina gefa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst á dagskrá fundarins er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. nóvember og að vanda mun forseti fara sérstaklega yfir þau mál sem sérstaklega þarf að samþykkja í fundargerðinni. Fyrst ber að nefna mál með 2 í fundargerðinni sem að
er númer 219, það er fundur númer 219 í umhverfis- og skipulagsráði Reykjanesbæjar. Annað mál er þar Vogshóll, Sjónarhóll, deiliskipulagsbreyting og er það mál einhver sem kveður sér hljóðs undir því máli. Svo er ekki, þá ber ég þann lið í fundargerðinu upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið með skeiðamerki. Það er samþykkt 11.0. Næst er það þriðja mál í fundargerðinni, Klettatröð 19 og það er fyrirspurn. Ég ætla nú að fá aðeins að líta á það hérna. Er einhver sem kveður sér hljóðs undir þeim lið fundargerðarinnar? Svo er ekki og ber ég þann lið því upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið með skeiðamerki. Og hann er samþykktur 11.0 einnig. Næst er það flugvelli 14 fyrirspurn. Orðið er laust þann lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þeim lið og ber ég hann því upp til samþykktar, þeir sem geta samþykkt þann lið skeiðamerki. Varst þú að? Já, en það er samþykkt 11.0. Næst er það 7. mál í fundargerðinni. Það er Aspardalur 1, deiliskipulagsbreyting. Orðið er laust þann lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þann lið undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt það máli í fundargerð skeiðamerki. Og hann 7. liður er samþyktur 11.0. Næst er það 8. liður sem er grundvöður 2 fyrirspurn. Orðið er laust þann lið í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég þann lið undir fundin til samþykktar sem geta samþykkt þann skeiðamerki. Hann er einnig samþyktur. Næst er það 9. mál í fundargerðinni, Stapabraut 21, deiliskipulagsbreyting. Orðið er laust undir þeim lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþykktar sem geta samþykkt þann lið fundargerð skeiðamerki. Það er samþykkt 11.0. Næst er það Dúsgata 10, deiliskipulagsbreyting og er orðið laust undir þeim lið. Einhver sem kveður sér hljóðs, svo er ekki og ber ég hann undir fundin til samþykktar sem geta samþykkt hann lið skeiðamerki og hann er samþyktur 11.0. Því næst ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs Reykjanesbæjar upp í heild sinni til samþykktar. Er orðið laust? Orðið er laust undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Bæjarstjóri gerir svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara undir þessum lið langar mig til þess að fjalla lítillega og stuttlega fund sem að haldum að síðastliðinn laugardag, íbúafund í Stapa, þar sem að má segja að formlegri gangsetningu endurskoðunar aðalskipulags hafi verið hleypt á stokkunum með íbúafundi. Fundurinn var ágætlega sóttur, en það sem skipti mestu máli var kannski að umræður á fundunum voru góðar og þeir sem að komu, aðrir en starfsmenn og nefndarmenn og svona þeir bæjarbúar sem komu sem að hefðu gjarnan mátt vera fleiri, ég segi það ekki, en þeir sem komu voru með ákveðnar skoðanir og voru vel undirbúnir og komu þeim vel á framfæri fannst mér. Þannig að það var mjög gott, en ég vona bara að við höfum eftir að halda fleiri svona opna fundi þessi mál í tengslum við endurskoðun aðalskipulags og ég vona að bæjarbúar sem að láta sig skipulagsmál varða og skipulagsmál skipta gríðarlega miklu máli að þeir mæti, því að núna er tækifæri til þess að hafa áhrif á mótun stefnu í skipulagsmálum vísaður sveitarfélagið okkar, en eins og við vitum þá kannski er of algengt að fólk átti sig ekki á því að þarna eru bestu tækifærin til að hafa áhrif
menn vakna kannski svo stundum upp við vondan draum þegar orðið er of seint að gera ykkur breytingar. En núna eru mestu möguleikarnir og ég bara vil að við stöndum saman og hjálpumst að því að hvetja fólk og íbúa sveitarfélagsins til þess að mæta á næsta svona fund sem verður síðar í vetur þegar við erum komin aðeins lengra í þessari vinnu. Margrét Þórarinsdóttir hefur kast í hljóðskið, svo vel Margrét. Forseti bæjarstjórnar og aðrir góðu gestir. Í dag þá birtist frétt í fjölmiðlum þar sem að haft eftir bæjarstjóranum að 2 kísilver í Helguvík myndu bjarga fjárhag hafnarinnar. Þessi frétt kom ég nú eiginlega eins og þruma úr heiðskíru lofti. Ég vil því spyrja hvort að þetta sé ný stefna hjá meirihlutanum að enduræsa kísilverið og að bæta öðru við í framhaldinu. Hvar er íbúakosningin sem að búið var að lofa? Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Það er einhver sem kveður sér hljós. Friðjón Einarsson, gerðu svo vel. Komin í pontu. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, vegna þessara fyrirspurna bæjarfulltrúar Margrétar, þá langar við að taka það fram að og eins og henni er fullt kunnugt að það hafi ekki verið reyna breytingar á stefnu Reykjanesbæjar, það er alveg ljóst. Við erum nýbúin að setja vinna saman í fjárhagsáætlunargerð og hún veit hvernig það við farið fram og það er engin breyting hjá Reykjanesbæjar í þessu máli, alls ekki. Aftur á móti er Reykjanesbæjar bundin að samningum við þessa aðila og við höfum ekki veitt bæjarstjórinn einhverja heimild til þess að tala gegn þeim. Þannig er staðan og auðvitað getur hann það ekki. En þetta er auðvitað pólitískar ákvarðanir sem verða teknar hérna við þetta borð þegar að kemur. Málefni Stakksbergur verða kynnt íbúum á morgun. Við höfum minnast að þann fund að hvetja fólk til að mæta þar vel. En líka ítreka það að okkur hafi ekki borist enn svör frá Skipulagsstofnun varðandi deiliskipulagsbreytingar og önnum þau mál sem við vildum fá upplýst Þannig að það hefur ekkert gerst frá hendi Reykjanesbæjar síðan við áttum fund hérna saman með Skipulagsstofnun. Þannig að það er enga breytingar en auðvitað eins og allir vita hérna að þá eru samningar í gildi og bæjarstjóra er auðvitað ekki heimilt annað en að fylgja eftir þeim samningum sem er í gildi. Þar til annað gerist. Og það varðar auðvitað að væri mjög alvarlegt ef bæjarstjóri vegna þess sem þú ert að nefna að birst í blöðunni, ég verði reyndar ekki að segja þetta sjálfur en það væri mjög alvarlegt ef hann fer að tala gegn samningu Reykjanesbæjar. Það væri mjög alvarlegt. Og honum er það ekki heimild, við höfum ekki gefið honum formulega heimild til þess. En þessi mál eru öll í sínum farvegi hjá Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun, þannig er staðan í dag. Þannig að það sé alveg á hreinu, það verður ekkert breyst hjá okkur. Guðbrandur Einarsson hefur passið hljóðskið, svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, mig langar kannski fyrst til að nefna þennan fund sem að bæjarstjóri nefndi í sínu máli og varðar breytingu eða endurskoðun á aðalskipulagi. Ég sótti nú þennan fund í nokkrum vinstugum og mér fannst þetta mjög áhugaverður fundur og skemmtilegur. Og mér langar bara til þess að hrósa embættismönnum fyrir undirbúning á þessum fundi. Og mér fannst þeir og þá ráðsmönnum líka því að fundurinn fór í alla staði mjög vel fram og framsetning embættismanna á því sem framundan væri var mjög áhugaverð og vakti örugglega margar spurningar og sýndi okkur raun og veru fram á ýmsa möguleika sem að maður er svo sem ekkert alltaf að velta fyrir sér frá degi til dags, meðal annars þéttingu byggðar. Maður hefur oft verið þeirrar skoðunar að Keflavíkur hlutinn gæti svo sem lítið vaxið en miðað við það sem að sýnt var þarna á Glærum þá eru bara ýmsir möguleikar til þess að þétta byggð hér
Keflavíkurmegin og ég held að það sé verði mjög gaman að skoða það með hvað hætti það verður gert. Nú varðandi allar þessar fréttir sem að komi í dag þessi kísilver, menn hafa uppi áallanir að reisa þarna einhverjar hallir og einhverjar peningamaskínur. Arion banki er samið við sig og virðist allar halda þessu verkefni áfram. Og Skipulagsstofnun birti í dag áform þeirra umhverfismat og það bara verður að taka því eins og það og við höfum auðvitað möguleika til inngripa komið til þess að breyta þurfi deiliskipulagi. Þar verður okkar staða í málinu sem við þurfum þá að taka afstöðu og lýsa þá okkar skoðun til framtíðar uppbyggingar þarna. Og það eins og bæjarfulltrúi Friðjón nefndi hér áðan, þá erum við auðvitað bundin af samningum sem við vonandi þurfum ekkert endilega að uppfylla. En samningar eru samningar og ég hef ekki fundið einn einasta samning sem við höfum sem stjórnvald geta hlaupið frá. Ég minnist nú bara í upphafi kjörtímabils þegar fórum að skoða starfsemi líkamsræktarstöðvar niður á Nesvöllum sem við töldum okkur ekki hafa neina skyldur gagnvart, en það annað kom í ljós í tölvupóstum sem höfðu gengið á milli aðila sem skuldbund okkur til þess að bera ábyrgð á rekstrinu í framhaldinu og það segir okkur það bara, við verðum sem stjórnvald að standa við gerða samninga eða öðrum kosti skapa okkur einhverjar skaðabótaskyldur sem ekki sé fyrir endan á, en þetta eru bara málefni framtíðarinnar og við skulum vona það að einhverja leiðir verði til inngripa í framhaldinu. Það liggur ekkert fyrir þrátt fyrir vilja Thorsil til dæmis að þeir séu að koma. Ég hef ekki séð neitt sem að staðfestir það að þeir hafi náð að fjármagna verksmiðjuna. Þeir eru búin að vera að reyna að fjármagna verksmiðjunni mörg ár og það er ekkert sem bendir til þess alveg að það hafi tekist. Þó að menn sé í yfirlýsingum að lýsa yfir að þeir séu vongóðir að slíkt takist, en við skulum bara spyrja leikslokum. Vonandi verður þessi staða þannig að við þurfum ekki að breyta Helguvík í og fá fleiri stórar verksmiðjur hérna. Við erum auðvitað að brenda þessu álveri sem átt að rísa fyrir, maður getur fara að nefna þetta í einhverjum 20 ára. Og þeir virðast geta haldið sveitarfélaginu í garði í spennitreyju. Einhverja hluta vegna eru stóriðju eða stóriðnaðarsamningar þannig að þeir séu háðir ýmsum skilyrðum, meðal annars afhendingu á raforku og þá farið menn af stað, en slíkt hefur ekkert gerst þarna út í Helguvík og þess vegna er þetta stopp. En við skulum sjá hvað Arion banki ætlar að gera í framhaldinu. Það eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessum við. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel velkomin í pottu. Díana. Góðan daginn, forseti, bæjarfulltrúar, kæru gestir. Ég að koma hérna upp undir lið 17 sem óhagnaðardrifin leigufélög. Eins og við öll vitum þá hefur orðið mikil fólksfjölgun í bæjarfélaginu sem þarf að bregðast við á einhvern skynsaman hátt. Það eru stór leigufélög hér sem græða á táa fingri á húsnæðisskorti sem að mér finnst ólíðandi og það eru oftar en ekki þeir sem minnst mega sín sem finna hvað mest fyrir því. Þetta bitnar á börnum sem þurfa að skipta skóla vegna flutninga foreldra. Foreldrar hafa ekki efni á að greiða fyrir börn sín í tómstundaiðkun vegna þess að stór hluti tekna þeirra fyrir að greiða leigu, svo ég tali nú ekki áhrif á andlega líðan og svo mætti lengi telja. Á Reykjanesbær að taka frá lóðir fyrir óhagnaðardrifin leigufélög? Já, mín skoðun er sú að Reykjanesbær á að gera slíkt. Það mikill skortur á minni íbúðum hér fyrir einstaklinga, ásamt minni íbúðum yfir höfuð á leiguverði sem viðráðanlegt, með góðri samvinnu Íbúðalánasjóðs Reykjanesbæjar og til dæmis Íbúðafélags
Suðurnesja væri þetta jákvæður og góður kostur inn á almenna leigumarkaðinn. Það er ekki eins og það væri verið að finna upp hjólið vegna þess að þetta er húsnæðismöguleiki sem er til staðar á hinum Norðurlöndunum og hefur virkað vel þar. Það eru ekki allir sem vilja eignast eigið húsnæði en vilja vera í öruggu húsnæði með lengri leigusamninga heldur en verið að gera í dag sem eru flestir hverjir til 1 árs í senn og með hverri endurnýjun þá hækkar leigan því miður. Fólk vill öryggi, þetta er eitt af grunnþörfunum okkar, húsnæði, skjól og við erum, eins og ég sagði áður, ört vaxandi sveitarfélag og húsnæðisspá næstu ára er nú ekki jafn ör og hún hefur verið en ör samt sem áður og við þurfum að bregðast við. Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir? Forseti, má ég aðeins? Já, gjör svo vel bæjarstjóri. Forseti, aðeins bara út af þessum 2 málum sem að hér hafi verið til umræðu að eins og framkom í máli bæjarfulltrúa Friðjóns að þá gat ég svo sem ekkert annað gert en svarað blaðamanninum eins skýrt og vel og ég gat og reyna að gera alltaf þegar þeir hafa samband og hef þá til hliðsjónar þá stefnu sem er í gildi á hverjum tíma og stefnan sem er í gildi núna og hefur ekki verið breytt eða hafi henni verið breytt þá hefur það farið fram hjá mér en stefnan sem er í gildi núna er bæði á vegum Reykjaneshafnar og Reykjanesbæjar að vinna að framgangi þeirra verkefna sem að talað hefur verið við Reykjanesbæ og Reykjaneshöfn og samið og skriflegir samninga gerðir meðal annars með aðkomu ríkisins í gegnum fjárfestingarsamninga og við erum bara að vinna samkvæmt því allt kerfið, allt stjórnkerfið hér og ég get ekki svara blaðamanninu með einhverju sem að mér finnst eða ég held að einhverjum út í bæ finnist eitthvað eitthvað. Það er bara, er ekki mjög faglegt að gera það. En ég ætla ekki að öðru leyti að fara út í það. En varðandi leigufélög, þá vil ég bara líka segja frá því að það eru gildi lög þessi mál, lög almennar íbúðir og þar er kveðið á aðkomu sveitarfélaga í beinum fjárframlögum eða í gegnum lóðir og annað slíkt og við höfum þegar samþykkt þáttöku í slíkum verkefnum á grundvelli þessara laga almennar íbúðir. Þau eru ekki mörg en þau eru til staðar en við vitum af áformum og fyrirspurnum fleiri aðila sem að þurfa engu að síður að fara í gegnum og leggja fram mikið magn af gögnum sem að við annars vegar og Íbúðalánasjóður hins vegar þurfum þá að fara í gegnum til þess að vita hvort að umsóknin uppfyllir þær kröfur og sem að lög almennar íbúðir setja á herðar þeim sem að sækja slíkt. Því að það fylgir því auðvitað ábyrgð að fá fjárveitingar beinar eða óbeinar úr bæjarsjóði annars vegar og ríkissjóði hins vegar til að byggja sér húsnæði og það hefur ekkert staðið okkur í því, ekki neitt og við eigum að vísu ekki mikið af lóðum, skipulöðum núna akkurat af því að það hefur mikið verið úthlutað á lóðum bæði undir stór og lítil hús og blokkir og alls konar eins og þið vitið en við getum með tiltölulega skömmum fyrirvara breytt í þannig að ef það koma hér upp einhverjar miklar áætlanir eða plönum og óskir fjölda lóða og frá félögum sem að uppfylla það kröfur sem framkoma í þessu lögum almennar íbúðir þá þurfi ég að fullyrða að það mun ekki standa á Reykjanesbæ í því. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Eru fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs? Guðbrandur Einarsson, velkomin í pontu. Virðulegur forseti, mér langar kannski aðeins að blanda mér í þessa umræðu almennar íbúðir eða óhagnaðardrifin leigufélög eins og þarna er nú nefnt og mér langar að bara minnast þess að árinu þetta verður til í kjarasamningunum sem gerði voru á almennum vinnumarkaði árið 2015 þegar sett var fram krafa það
ríkið legði til fjármagn stofnstyrki sem nam 2300 íbúðum á samningstímabilinu. Og ríkið hefur að stórum hluta verið að standa við þetta, koma með 400 stofnstyrki fyrir 400-600 íbúðir á ári. Það hefur gengið erfiðlega í skipulagsmálum að ná þessu fram hjá sveitarfélögunum. Þess var vænst að í framhaldinu yrði stofnuð óhagnaðardrifin leigufélög til þess að halda áfram með málið, en það gerðist ekki. Og á endanum var það þannig að Alþýðusamband Íslands á 100 ára afmælinu sínu í samstarfi við BSRB ákvað að stofna óhagnaðardrifið leigufélag sem heitir Bjarg. Það félag er farið að stað og er farið að byggja í Reykjavík, það er farið að byggja upp á Akranesi. Það skilaði reyndar lóðum í Hafnarfirði vegna ágreinings við samgönguyfirvöld þar. En þeir eru nýbúnir að gera samning við IKEA að þeir sjá að skaffa innréttingar á góðu verði. Þannig að allt þetta er í fullum gangi og mér langar að segja það bara í lokin að í þeirri kjarasamningsgerð sem nú er hafin, þá er verið að gera kröfu að ríkið fjölgi þessum stofnstyrkjum og koma að minnsta kosti inn með 1000 til 1200 stofnstyrki á hverju ári til þess að fjölga íbúðum í þessu kerfi. Bæjarstjóri ekki svör. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og bara rétt til að fylgja þessu eftir sem að bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson var að fjalla hér, að það er að segja kjarasamningana og mögulega afkomu ríkisins að því, að þá skal það upplýst að félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason, hann óskaði eftir fundi með okkur hér starfsmönnum til þess að ræða húsnæðismál fyrir einhverjum dögum síðan. Við fórum og fundum með honum og þá er ríkið, hann fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að heyra svona hljóðið í sveitarfélögum á suðvesturhorninu og nefna meðal annars þessa finnsku leið sem að svo er kölluð, sem að var til umræðu þessi voruð á húsnæðisþinginu daginn, þekkið og heyrðuð fjallað þar og hann var svona áska eða kall eftir því að biðja okkur að svara því annaðhvort þarna á fundinum eða síðar hvort að við værum til viðræðu í eitthvað samstarf með öðrum sveitarfélögum á suðvesturhorninu. Og alveg eins og ég sagði áðan að þá mun ekki standa á Reykjanesbæ í þessu ef að til þess kemur að svona eitthvað pakki verður útbúinn til þess að koma inn í kjarasamningaviðræður í vetur. En ég nefndi það nú við ráðherrann að það þyrfti að huga fleiri málum heldur en bara á lóðaúthlutunum. Ef að leysa þetta á einhverjum svona suðvesturhorns skala og gera þetta að einhvern veginn einu svæði í miklu samstarfi og hingað gæti þá mögulega flust fleiri íbúar, hugsanlega einhver fjöldi íbúa sem að annaðhvort starfaði hér eða væri þá að vinna á höfuðborgarsvæðinu eða eitthvað, því að tala 1000-1200 lóðir á ári þá þarf ansi viðfemt svæði til þess að anna því og þá þyrfti að huga fleiri þáttum eins og til dæmis stuðningi við uppbyggingu innviða í skólum og leikskólum og við höfum kallað eftir því til dæmis og gerðum það þegar að ríkið seldi alla sínar íbúðir upp á Ásbrú og þáverandi fjármálaráðherra Benedikt Jóhannsson, hann tók vel í það erindi en það hefur ekkert síðan hann fór úr ráðuneytinu þá hefur ekkert orðið meira af því samtali og ég nefndi líka við hann að Reykjanesbrautin eins og hún er núna er ekkert spennandi kostur fyrir fólk sem að vil búa hér og þarf að komast í vinnu í Reykjavík. Það eru þá að ljúka tvöföldun og gera þetta þá að einni heild þetta svæði, ekki bara í lóðalegu tilliti heldur þá í samgöngum og öllum búsetuskiljurum. Og í þriðja lagi þá nefndi ég við hann almenningssamgöngur sem að eru
að hluta til að ábyrgð ríkisins er þetta frá höfuðborgarsvæðinu hingað suður og við þekkjum þá sögu mjög vel hvernig sveitarfélögin hér hafa komið út úr því samstarfi með ríkinu og hann tók þessum ábendingum öllu saman vel og er meðvitaður það, þannig að við sjáum bara hvað setur en enn og aftur, það stendur ekki á okkur, ég trúi því bara við séum öll á svipuðum nótum með það að geta lagt okkar á mörkum til þess að leysa þessi mál ef að sú staða kemur upp. En það eru þá þessi 3 punktar. Takk fyrir Kjartan Már. Fleiri sem hvað þessi hljóðs. Ríkharður Ibsen, gjör svo vel, velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, við tókum nú aðeins þessa umræðu með kísilmálverinn á fundinum 16. október. Ég ætla nú bara að ítreka, ég held að það skipti sköpum fyrir okkur núna að stíga bara varlega til jarðar í þessum málum öllum og aðeins að endur upptöku aðalskipulagsins. Ég siti þeirri nefnd, ég held að við verðum að passa okkur á samræminu. Varðandi þessa vinnu núna, til dæmis þessa nýju nefndir sem að Reykjanesbær eru hugað, varðandi stefnumótunarvinnuna sem er framundan og endur upptökuna sjálfa. Þetta þarf einhvern veginn alltaf tengjast og ég held að það sé mjög brýnt að við hugum að öllum þáttum og þetta tengist auðvitað þessar umræðu leigufélögin hér og ýmislegt fleira. Þannig að ég vil brýna fyrir mönnum að passa upp á samræmið og svona halda haus í þeim öfnum. Takk fyrir. Fleiri sem hvað þessi hljóðs. Þá vil forseti með leyfi fundarins minnast á það að nýr eigandi kísilverksmiðjunnar í Helguvík hefur blásið til íbúafundar á morgun klukkan 8 með 2 daga fyrirvara. Ég verð að viðurkenna það að mér finnst sá fyrirvari ótrúlega skammur. Mjög sérstakt allt saman. Man hefur svona haldið að það væri öllum til góðs að hafa góðan fyrirvara á slíkum fundi en ég hvet auðvitað sjálfsögðu bæjarbúa til þess að fjölmiðla og kynna sér áform fyrirtækisins og fagna því út af fyrir sig að þeir skulu vera að halda slíkan kynningafund. Mér reyndar skilst að það sé nú bara samkvæmt lögum að halda hann í þessu ferli en ég geri athugasemdir við það hversu stuttur sá fyrirvari er. Venjan er nú yfirleitt svo að það sé auglýstir slíkir fundir í bæjarblöðum eða minnstu kosti þannig að allir séu upplýstur það fyrir þá bæjarbúa og aðra hagsmunaaðila sem vilja kynna sér það en það er þá ágætt að koma því hérna á framfæri og mér langar líka að benda á það að samkvæmt mínum upplýsingum frá Víkufréttum þá verður þeim fundi streymt á netinu þannig að ég ætla bara að vona sem flestir bæjarbúar sjá sér fært að kynna sér það sem að það fer fram. Nú að því sögðu hafa ekki fleiri kvart sér hljóðs og ég ber því fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. nóvember 2018 undir samþykkt fundarins. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vissulega skeiðmerki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við á dagskrá fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember 2018 og er orðið laust fundargerð menningarráðs. Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi hjá kvart sér hljóðs, gjörðu svo vel Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjórar og gestir. Nokkur mál byrja á að feðra Sigrúnu Ingu með réttum föður. Hún er víst Ævarsdóttir. Kom Ævari mjög á óvart. En þetta er bara svona fyrir fundaréttar að bóka það. Hún er skráð Jónsdóttir hana á fundinum. Fornleifa rannsókn var gerð á Keflavíkurtúni. Bjarni F. Einarsson kynnti þar skýrslu sem að hún kemur vísu ekki fram þarna en og upplýsa okkur það að þetta séu þarna rétt búið að fletta efsta laginu af og það hafi komið í ljós að það er einhver saga þarna undir fótunum á okkur og þetta sé mjög sérstakt að það séu svona fornleifa bara í miðbænum hjá okkur þannig að okkur ber að fara þarna með virðingu og endilega skoða þetta mál frekar. Leita alltaf leiða til að sé hægt að halda þessum rannsóknum
áfram. Þannig að við getum skoða aðeins aftur í tíman, fara í stóra baksýnisspegilinn. Ljósanótt ennþá til umræðu og ég minnst á það áður vegna þess að við erum að tala afmælishátíð á næsta ári og samkvæmt fjárhagsáætlun þá sama upphæð sett í verkefnið og hefur verið síðustu ár, 8 milljónir. Þannig að við erum að leggja það til að setja svona smáræði í viðbót, kannski fara upp í 10 eins og það var hérna fyrir 5 árum cirka. Bara vegna þess að það sérstakt afmælisár og ég veit að þau á menningarsviðinu alveg til í þetta. Þannig að við veitum því fullan stuðning að það verður sett aðeins meira í ljósanótt á næsta ári. Og síðan bara ber að fagna því að Sossa hafi fengið súluna. Nafn hennar kemur ekki fram þarna en það búið að gera þetta opinbert. Þetta var á föstudaginn við hátíðlega athöfn í Dúshúsum. Þannig að það þess virði að óska henni sérstaklega til hamingju. Hún að vera sóma okkar svörð og skjöldur í mörg ár á menningarsviðinu. Og síðan náttúrulega voru aðra nýjar sýningar opnaðar og 1. desember náttúrulega verður gott fullveldispartí í Dúshúsum. Hvetjum allir til að mæti það. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka fyrir þessa fundargerð. Það búið að setja í þriðja máli fjalla jóladagskrá á vegum Reykjanesbæjar. Mig langar bara að vekja athygli bæjarfulltrúa á þeirri dagskrá sem komin á heimasíðu sveitarfélagsins og það kennir þar margra grasa, margt skemmtilegt á dögunni hér á aðventunni sem að börn og þið sem eru með barnabörn ættu að huga að, mikið og gaman. Í 5. máli verið að fjalla útilistaverk og þegar ég sá þetta þá ríðast upp fyrir mér og ég hef komið þeim upplýsingum þegar á framfæri við rétt aðila hér innan kerfis að ekki fyrir mjög löngu kom til mín ágætur listamaður sem að taldi vanta og við erum að mörguleyti sammála því, allir sem ég hef rætt við þetta, að við getum gert miklu betur í að lýsa upp þessi útilistaverk sem eru þó komin, sem eru æði mörg víða bæinn. Og það eru kannski lýsingar einhvers staðar og einhvers staðar ekki og sums staðar eru þar bilaðar og allavega en það hefur orðið mikið þróun í lýsingum núna, þannig að þetta eru ódýr ljós, LED-perur og annað sem tekur ekki mikið rafmagn. Ég held við getum gert miklu betur í því að gera þessi listaverk okkar sýnilegri svona þegar allavega yfir dimmustu mánuðina eins og nú yfir veturinn. Og ég veit að okkar fólk á tæknisviðinu umhverfis- og tæknisviði allar að umhverfis- og skipulagssviði allar að skoða það. Ég hef rætt þetta við menningarfulltrúa líka. Nú varðandi ljósanótt, þá vil ég fyrst segja að það alveg rétt sem hér kom fram í máli Baldurs að það var töluverður samdráttur í fjárframlögum Reykjanesbæjar til ljósanætur bara snemma á síðasta kjörtímabili og svo munaði mörgum milljónum sem að framlag sveitarfélagsins var minnkað. Ég held að það hefði verið nær 20 milljónum þegar mest lét en 8 milljónir núna. En á móti gerðist það að fyrirtæki hafa komið mjög þétt að hátíðinu og fjárframlög og styrkir bein og óbein með vinnuframlögum eða beinum peningaframlögum til einstakra viðburða eða bara almennt til hátíðarinnar hafa aukist verulega. Og voru, ef ég man rétt í uppgjeri sem við fengum daginn 11 milljónir eða meira en sveitarfélag að leggja til verkefnisins og það vel. Í þessu sama uppgjeri kom fram að eitt kostnaðarliður upp á 900.000 krónur sem sagður var að vera vegna stefgjalda af hátíðinni eða tónlistardagskránni með blik í auga í
Andrews Theater sem að ég hygg að við höfum öll farið oft á og séð í gegnum árin. Og það komið fyrirspurnir þetta og réttmætar og þetta var ekki rétt í yfirlitinu, það er að segja þessar 900.000 sem þar voru tilgreindar eru vegna hátíðarinnar í heild sinni, ekki vegna þessa eina verkefnis. Þetta eru 900.000 krónur sem að greiddar eru til STEF sem eru samtök tónskálda og eigenda flutningsréttar, skammstöfun STEF fyrir opinberan tónlistarflutning. Og vil ég bara biðja hlutaðeigandi afsökunar á þessu mistökum og leiðrétta það hér með. Já, þetta lætur bjóða. Takk. Já, með leyfi fundarins þá langar mér nú að óska henni Sossu innilega til hamingju með súluna. Hún er ótrúlega vel að því komin. Við getum allir verið stolt af henni sem listamanni. Síðan bara kemst ég ekki hjá því að minnast á það að stefgjöldin eru með ólíkjendum há. Ég eiginlega verð að segja það líkur við að þurfa að ganga sérstaklega til kosninga, til samninga við stef fyrir næstu hátíð. En annars vil langar mig að taka undir með Baldri að það er 20 ára afmæli ljósanætur á næsta ári. Ég ætla að vona að við munum öll leggjast á eitt að gera hátíðinu sem glæsilegasta úr garði til því, svo alltaf. Það eru fleiri sem kveða sér hljóðs undir fundargerð menningar ráðs frá 9. nóvember. Svo er ekki, og þá ber ég fundargerðina upp til samþykkis, þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vissulega skeiði merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það 4. liður á dagskrá sem er fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 13. nóvember og gefi orðið laust fundargerðina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Ber ég þá fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina, vissulega skeiði merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst er það fundargerð velferðarráðs frá 14. nóvember 2018 og gef ég orðið laust. Díana Hilmarsdóttir hefur hvað sér hljóðskir, svo vel Díana. Forseti, bæði fulltrúar og gestir. Já, mér langar að koma inn á þrennt frá fundi velferðarráðs. Í fyrsta lagi undir lið 2 sem er skipun vinnuhóps vegna húsnæðisstuðnings sveitarfélagsins. Og eins og ég kom inn á áðan undir fundargerð USK, þá er brýnt að fara í vinnu í húsnæðismálum hér á Suðurnesjum. Það sem mikil þörf er á húsnæði bæði til leigu og kaups. Það þarf að hlúa vel að efnaminnuhópum samfélagsins sem virðast fara ört stækkandi. Og ég vil bara lýsa yfir ánægju minni með skipun þessa vinnuhóps og hlakka til að sjá niðurstöður hans. Svo í öðru lagi þá er það undir lið 3 sem snýri öryggismálum starfsmanna velferðarsviðs. Þá fagna ég því líka og finnst komin tími til að fara yfir þessi mál og gera ráðstafanir til að tryggja öryggi starfsmanna á velferðarsvið á sem bestan hátt. Öryggismál eins og þessi meg ekki sitja á hakanum. Við eigum ekki að bíða eftir því að það gerist eitthvað alvarlegt og fara þá að endurskoða öryggismálin. Það er best að byrgja brunninn á hann að barnið dettur í hann. Og svo í þriðja lagi þá er það undir lið 7 sem er pólska menningarhátíðin sem er nýgengin garð hér í Ráðhúsinu þann 10. nóvember síðastliðinn sem heppnaðist líka svona glimrandi vel og fór fram úr björtustu vonum held ég bara allra. Það var gaman að sjá svona marga samankomna hérna í Ráðhúsinu, flott tónlistaratriði og pólskar veitingar sem voru mjög góðar. Og ég vona að þetta verði að árlegum viðburði og verði til þess að brúa bilið á milli pólskara íbúa bæjarins og heimamanna. Og eins og Hilma, verkefnastjóri fjölmenningarmála, saði svo réttilega að þetta verði til þess að pólskir íbúar bæjarins og erlendir íbúar taki sér hér pláss og að við hin sem fyrir erum opnum og gefum þeim pláss til að búa hér og aðlagast samfélagin okkar. Og mér fannst líka flott framtak að sjá plögg á pólsku sem að hvöttu fólk til að kynna sér til dæmis hvatagareiðslur til barna vegna tómstundaiðkunar. Takk fyrir. Takk fyrir. Anna Sigríður Jónsdóttir hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel. Forseti, bæjarstjórn, aðri gestir. Já, ég vil nefna varðandi lið 7, pólsku menningarhátíðina. Ég vil bara hrósa öllum sem komu að henni. Bæði pólskum aðilum og sérstaklega Hilmu
fjölmenningarfulltrúa fyrir bara frábæra vinnu og flotta dagskrá og nú er það bara áskorun til okkar að næsta ári að finna betra og stærra húsnæði. Það var vel mætt á menningarhátíðina og ég bara hrósa öllum sem koma að henni. Takk. Fleiri sem að kveðja sér hljóðsundi þessum lið? Svo er ekki. Það ber ég fundargerð velferðarráðs frá 14. nóvember undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina við sér að skrifa merki. Hún er samþykkt 11.0. Þá tökum við hér til umræðu 7. dagskrárliðinn sem er jafnlaunastefna Reykjanesbæjar og það er fyrri umræða og orðið er laust jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar. Jú, það væri æskilegt. Gjör svo vel bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eins og ykkur er öllum kunnugt að þá voru í gildi og er í gildi ákvæði í lögum og reglugerðum það að fyrirtæki og stofnanir skuli fara í svokallaða jafnlaunavottun og það er heilmikið ferli sem að gengur út á það að annars vegar að sannreyna eða komast að því hvort að í skipulagseiningunni, hvort það er fyrirtæki á almennum markaði eða opinber stofnun, sitja allir við sama borð þegar kemur á launasetningu, óháð kyni og trúarbrögðum og öðrum breytum. Og þetta er heilmikið ferli sem að við erum, ekki bara við heldur, sveitarfélög almennt og ríkisstofnanir er að gangi í gegnum, núna búin að vera í svolítinn tíma og þurfum síðan að fá vottun frá þess til bæru vottunarfyrirtæki þegar það kemur og við erum með gátlista sem að unnið er eftir hvað þarf að uppfylla og hvað þarf að vera í lagi og eitt af því er að við sveitarfélagið þarf að móta sér stefnu, jafnlaunastefnu, stefnu sem lýsir því yfir að við greiðum öllum laun á jöfnum forsendum. Auðvitað er svo launasetning á milli starfa og eftir menntun og svona eitthvað misjafnt en að einstaklingar tveir með sömu menntun og sama bakgrunn og í sama starfi og þeir sitji við sama borð. Þið vitið hvað ég á við í því. Og þetta er sem sagt tillaga að jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar sem hér er lögð fram til fyrri umræðu og ég ætla ekkert að draga neitt dul á það að menn horfa svo sem hver til annars í þessu þannig að þetta verður nú öllu líkindum svona frekar svipað útlítandi og orðalag og einsleitt þegar allir eru komnir í gegnum þennan feril og þessi texti er örugglega samhljóma eða líkur fleiri stefnum annarra sveitarfélaga í þessum málum. En þetta er allavega lagt fram hér og ég ætla svo sem ekkert að lesa textan, bæjarfulltrúar að hafa hann fyrir fram að sig en ég reikna með að honum verður svo vísa bara til síðari umræðu á næsta fundi. En vil jafnframt geta þess að Ásmundur Einar Daðason, sem ég nefndi áðan, ráðherra, hann hefur ákveðið að seinka eða fresta gildistöku þessa 1 ár, þessara jafnlaunavottunar. Og ég held að það sé meðal annars vegna þess að þetta er mikill og þungur svona skafl að fara í gegnum í fyrsta sinn og það er mikið að gera hjá alls konar ráðgjöfum í að veita fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf í þessu og einhverjir orðnir tæpir á tíma og að komast í gegnum þetta þannig að það hefur ákveðið að fresta þessu. En líka að vottunarfyrirtækin eru örfá sem að geta sinnt þessum úttektum og með því að dreifa þessu þá á eitthvað lengri tíma þá ættu menn að komast betur á leiðarenda. Þannig stefnan er sem sagt hér með lögð fram, jafnlaunastefna Reykjanesbæjar og ef að allt fer sem horfir þá gerir ég ráð fyrir að forseti vísi henni svo til síðari umræðar. Orðið er laust jafnlaunastefnu, Baldur Guðmundsson, gjör svo vel.
Vilja Fosti, góði bæjarfulltrúar, gestir. Já, þannig er verið að setja okkur fyrir að við þurfum að forma þetta þó að hafi verið svona stuðst við það að við erum ekki að gera upp á milli manna eftir kynferði eða litarhætti eða öðru. Það eru margir að taka þetta inn og gera þetta með ýmsum hætti. Ég var svona aðeins að kynna mér þetta. Mér fannst nefnilega skjalið að mörgu leyti sérstakt. Það til dæmis einhverjum punktar sem eru hérna með í skjalinu ætti hugsanlega bara að vera sem skýring með stefnunni. Það er bara þá mistök. Sumir fara bara í gagngera endurskoðun á starfsmannastefnu eða kallaði þá mannauðsstefnu og þá er jafnlaunastefnan eða vottunum hún bara þá hluti af þeirri stefnu. Þannig að það er einn möguleikinn í þessu í staðan fyrir að taka þetta alveg sérstaklega utan svega. Þá bara fara af því við eigum starfsmannastefnu. Svo 2 ár síðan að hún var samþykkt. Það er bara hægt að nýta stefnunum sem slíkri við. Því að síðan er líka í kaflanum sem þá bara að vera jafnlaunastefna, þá er líka verið að tala bara verklag sem er eiginlega ekki stefna sem slíkt. Við erum með stefnu og svo hvernig fylgjum við henni eftir og vöktum hann og svo framvegis. Ég er kannski með eitthvað hártogan í þessu en þetta eru bara vangaveltur út af því að við erum að setja þetta fram í fyrri umræðu. Þannig að eru þetta mistök að það eru einhverjum punktar sem eiga ekki að vera með þarna og síðan er þetta þurfum við að hafa í stefnunni svona ítalega útlistun á því hvernig við ætlum að fylgja henni eftir. Það er ekkert endilega alltaf gert í stefnu þegar við erum að vinna stefnu. Og svo erum við náttúrulega í þeirri vinnu, það eru nokkrir ráðgjafar að vinna stefnuna með okkur fyrir Reykjanesbæ. Þannig að ef að vera að slá þess að frestum 1 ár, það þurfum við ekki þessa vottun, þá finnst mér alveg ástæða til að skoða það hvort að við eigum bara að henda þessu inn undir starfsmannastefnuna og heildarstefnumótunina fyrir Reykjanesbæ. Einhverju fleiri sem að þessi ljós varandi jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar? Ég bara veist við þetta formlegt til að þessu... Já, á ekki eftir að vinna eitthvað í stefnunni, sko. Þetta er fyrir umræða, jú. Þetta var fyrir umræða? Þannig að hún kemur... Já. Þetta er vangaðastu fyrir seinni umræða. Já. Þetta sé þá sá sem er að vinna þetta. Það er ekki gert ráð fyrir því samkvæmt mínum upplýsingum, afsakið. Það er venjan svo að þegar stefnur eru samþykktar á Reykjanesbæjar þá koma þær fyrir fyrstu umræðu og síðan aðra umræðu 2 vikum seinna. Bæjarstjórn getur aftur á móti ákveðið það að vísa stefnunni í millitíðinni til bæjarráðs, eru tillögur slíkt. Svo er ekki, þá Ekki flott að rýna til gangs. Þetta laga misti ekki í seinni umræðu. Það þarf að taka út þetta hlut. Já. Það var nú bara þetta, sko. Já. Það hefur ekki komið fram formleg tillaga að vísa þessari stefnu í bæjarráð, þannig að við höldum okkur við formfestuna og ber ég nú undir atkvæði fundarins að samþykkja að jafnlaunastefnan henni verið vísað til annarar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi 4. desember. Þeir sem geta samþykkt það vinsilega skrifa merki. Það er samþykkt 11:0. Nú þá er dagskráin uppurinn og gerir nú forseti hlé á fundi meðan gengið er frá fundargerð.
Munu lesa fundargerð bæjarstjórnar. 554. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn að Tjarnargötu 12, 20. nóvember 2018 kl. 17. Viðstaddir eru Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gautur Fjellstedt, Ríkar Ibsen og í forsæti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta máli fundargerð bæjarráðs frá 8. og 15. nóvember 2018. Forseti gaf orðið laust. Til máls tók Margrét Þóransdóttir og lagði fram eftirfarandi bókun og með leyfi forseta mun ég ekki lesa bókuna en hún barst rafrænt. Fundargerðirnar voru samþykktar 11:0. Annað máli fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 9. nóvember 2018. Annað liður fundargerðarinnar Vogshóll, Sjónarhóll, deili skipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Þriðji liður fundargerðarinnar Klettatröð 19 fyrirspurn var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Fimmti liður fundargerðarinnar Flugvelli 14 fyrirspurn var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Sjöundi liður fundargerðarinnar Aspadalur 1 deili skipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Áttundi liður fundargerðarinnar Grundarvegur 2 fyrirspurn var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Níundi liður fundargerðarinnar Stapabraut 21 deiliskipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. 11. liður fundargerðarinnar Dúsgata 10 deiliskipulagsbreyting var samþykkt sérstaklega með 11 atkvæðum. Forseti gaf orðið laust og til máls tók Kjartan Már Kjartansson, Margrét Þóransdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Díana Hilmarsdóttir, Ríkar Ibsen og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Og þriðja máli fundargerð menningarráðs frá 9. nóvember. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson, Kjartan Már Kjartansson og Jóhann Friðrik Friðriksson. Fundargerðin samþykkt 11:0. Fjórða máli fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 13. nóvember. Forseti gaf orðið laust. Fundargerðin var samþykkt án umræðu 11:0. Fundargerð velferðarráðs frá 14. nóvember 2018. Forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Díana Hilmarsdóttir og Anna Sigríður Jóhannesdóttir. Fundargerðin samþykkt 11:0. Sjötta máli jafnlaunastefna Reykjanesbæjar fyrri umræða. Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri tók til máls og fylgdi jafnlaunastefninu úr hlaði. Forseti gaf orðið laust og til máls tók Baldur Þór Guðmundsson. Jafnlaunastefnu Reykjanesbæjar var vísað til síðari umræðu 4. desember næstkomandi og það var samþykkt 11:0. Ekki eru athugasemdir við fundargerðina, þá ber ég fundargerð 554. fundar bæjarstjórnar Reykjanesbæjar upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina er sennilega skíðamerki. Og hún er samþykkt 11:0. Þá er ekki fleira á dagskrá og fundir slitið. Hafið það gott. Ánægilegt að sitja hérna.